forréttindapíramíta þar sem að þú ert orðin eitthvað sjálfstætt algebrudæmi það hversu valdeflaður þú að vera undir þeim formerkjum, hvernig þú ert að litin, hvaða kyn þú hvaða kynhneigð, hvers konar lífsreynslu, þetta snýst alltaf lífsreynslu. Sjálfsupplifun. En sko, auðvitað náttúrulega kannski þessi píramídi ekki orðin jafn áberandi hér, en við náttúrulega sjáum þetta alveg rosalega bæði vestan. Hann kenndur hér í grunnskólum og annar staðar. Í grunnskólum? Já, hann notaður í grunnskólum og framhaldsskólum til þess að reyna að færa... Það gerir mig brjálega. Nei, þetta bara, það var verið að tala það, að þetta væri þess að nota meðal hans í Borgó, þar sem að Þorsteinn V. Einarsson að kenna börnum, sem að einhverjum þykir eðlilegt, en svo náttúrulega Reykjavíkurborg líka með verkefni, þar sem að þetta náttúrulega fór svolítið á flug, ég vakti athygli á þessu á Twitter og voru fleiri sem að tóku þá eftir þessu, þar sem ég var að birta, ég held að Snorri Másson hafi einmitt tekið þetta upp og fjallaði þetta í sínu þætti. Já, kannski sá ég þetta, en ég hef ekki séð þetta allavega frá mínum krökkum, en... Nei, guðislof. En sko þetta en bara það að þetta einhvern veginn fer í farveg þeirra sem eru, í sem sagt bara svona akademíska farvegin, án athugasemda, sko svo stjörnugalið að það bara eiginlega ekki hægt að lýsa því. Sko. Já, ég nefnilega með samanlega því að sko, hvernig gerast þessi hluti, þú veist, hvernig fara þessi píramítar og einhver svona hugmyndir sem eru svona, eins og ég segi náttúrulega í greinni, þú veist, þetta eru jaðarkenningar. Og þetta eru hugmyndir, þetta eru ákveðin tæki til að skoða heiminn og eitthvað svona. Hvernig verður þetta eitthvað sem að bara á að nota í praxís? Mér finnst mjög áhugavert af því að síðan alltaf verið að tala núna þegar fólk segir að Vogue sé að vera bara næs og að þeir sem að segja eitthvað á móti þessu að þeir séu að flytja inn menningarstríð. Þú veist, þetta líka finnst mér alltaf skrítið vegna þess að hvaðan erum við að flytja inn þessa hugmynda fyrir að fyrsta? Auðvitað náttúrulega þetta innflutt líka, þannig að við erum ekki að flytja neitt nýtt, við erum bara það nákvæmlega sama og gerist, bara annars staðar, sko. Það svolítið skrítið að segja að við séum að flytja inn eitthvað, ég og þú og hvað, sko. Þú veist, þegar allt hitt innflutt. Já, það geggjaður punktur, þetta var alltaf núna sko þegar að Vogue einhvern veginn á afturlöpunum og allir eru byrjað að sjá í gegnum þetta, og þá já, þeir eru að flytja inn menningarstríði frá Bandaríkjunum, eitthvað. Erum við að flytja við flyttum allar þessar dellu hugmyndir og svo þegar þær falla þar þá erum við að flytja þetta inn. Nákvæmlega, en þá myndi ég samt telja að vera eðlilegt að þær myndi falla líka hér. Nákvæmlega. En við ætlum að greinilega fara í íslenska leiðin að einu mistökin, eina sem við lærum af mistökunum að við lærum ekki af mistökum. Við ætlum að vera vókistan bara og meðan allir hinir eru komnir út. Rífa sig í gang.